Hæ músluna mínar. Það eru nokkur hluti hjá þeim að gera. Við erum að klára söguverkefni, heimspeki, laga til, þrífa og svo langar mig að horfa á Polar Express í kvöld með bróðum mínum. En til þess að gera það þá þurfum við að stay really focused. Þannig að ég held að það sem sé best fyrir okkur að gera núna er að keyra á N1 og kaupa orkudrykk. Setjum 40 mínútur á klukkuna og svo 40 mínútur laga til, 40 mínútur læra, 40 mínútur laga til og ég verð að vera fucking locked in. Okidoki. Við erum búin með 45 mínútur að því að læra og nú ætlum við að taka 45 mínútur að því að þrífa. Ok, já, ég er bara búin að vera að læra. Ég var reyndar að greiða Tógó, það er allt út í hárum. Þannig að 2 fréttur í dag og einmitt þegar ég átti að vera að gera þetta, þá var fyrsti DS. Þannig að ég var bara eiginlega ekkert að læra í tíma. Ég var bara, og þess vegna var þetta svona lélegt verkefni af því að ég gerði þetta allt á eiginlega 2 dögum. En ef ég hefði gert þetta allt bara jafn á þetta, hefði þetta örugglega verið miklu betra. Það er að skrifa 2 fréttur á dag, alveg frekar mikið, þetta er alveg lítið sem ég er að skrifa. Þetta er fyrst fréttina og svo þetta er svona skoðanir mín á fréttinni. Ég er eiginlega bara allan tíman að tala hvað mér finnst stríð vera tilgangslaust og hvað er svo tilgangslaust, bara senda menn í stríð og svo deyja þeir en á endanum líku stríðinu af því að Zelenski og Putin tala saman, fattur þau? Þess vegna er ég svona, það er það sem að fólk meina með því að ofbeldi leysir ekki neitt, er að þótt að það var ofbeldi sem dreif þá til þess að fara í viðræður, að þá er það fattur viðræðurnar sem stoppi stríðið, ekki ofbeldi. Það er eiginlega orðið myrkur úti og pabbi kemur heim kl. 9 en enginn annar kemur heim. Mamma og Jakob koma heim á morgun. Ég var að byrja að læra aftur, þannig að see you guys. Ok, ég er með svona rosalega þykkt krem á. Ógeðslega rauð. Ok, við höfum 2 tíma til þess að gera þetta. Ég er eiginlega ekkert stressið, ég er bara svona oh my god, þetta próf var miklu erfiðara en ég hélt. Ég bara nei ok, mér leiði eins og ég var að skjálfa mig mikið. En síðasta spurningin var þessi spurning gildir 10%. Af hverju ætti ég að gefa þér fullt hús stiga? Það var spurningin og ég var bara en svo var ég bara svona þannig að ég svaraði basically, ég skrifaði smá langa texta, gerði það svona stórt skilur og setti í rauðan texta, ég gerði svona texta, en svo breytti ég þess, þannig að svarið er undir í bara rauðum stöfum mjög stórt. Af hverju ætti ég ekki að fá fullt hús stiga? Hvað var það sem þú bannst mig sem ég gerði ekki? Ef svarið er ekkert, ætti ég að fá fullt hús stiga, annars ekkert. I really think I ate with that. Þetta gæti verið annarkvort umulegasta eða besta svar í heimi. Ég ætla að taka smá pásu og svo þurfum við að halda áfram með sögu. Ok, ég er að láta pappa lesa verkefnið mitt. Það er 6000 orð. Ok, ég er búin að skilja verkefnunum minn. Ég náði að gera eiginlega allt sem ég ætlaði að gera í dag. En ég er að fara í vinnu frá 8 til 2 á morgun og svo ætla ég að reyna að laga til í herberginu mínu og þrífa húsið og Jakob kemur ekkert fyrir á morgun þannig að horfum bara á myndina þá.